svo kom ég til Íslands og fyrsta sem ég sá þeir komin í Kringluna og bara 10 ára krakki að veipa og þá allt í einu bara hvað, ég vil ekkert að þessi krakkar séu að fara, veist, kannski deyja, skilur, veist, eins og auðvitað ég lendi í þessu. Þú veist, ef að þetta heldur áfram, veipa og svo þetta og svo hvað næst og næst. Já, tekur alltaf eitthvað við. Já, svo bara byrja ég að búa til vídeo og posta á TikTok og segja bara ekki að, krakkar ekki gera þetta og ekki vera að veipa, ekki vera að drekka og blandaði svona smá húmor í þetta, sko, eða svona ekki húmor, bara svona íkt þetta svona. Já. Svo krakkar myndi hlusta, sko. Ef það einhver gamall kall bara, krakkar ekki veipa, þá hlustar enginn, sko. Ég er búin að vera að gera þetta allt mitt líf, en já, ég skilði, það það sem að mér finnst svo aðdánuvert við þið að þú ert á móti einmitt mainstreaminu og þú eru að segja það, skilur við. Það er ekkert kúl að eyðileggja heilsuna sína. Nei, nákvæmlega. Það er bara ekkert kúl við það því að við verðum öll eldri og fólk á mínum aldri og eldra er ofta að býta í það súra að hafa verið að reykja og fá krabbaminn en svo hefur verið hvað ertu með marga followers núna? Á TikTok ég held sé með 12.000 og eitthvað. Þú fórst í framhaldsskóla. Já. Og hvað þú ert að vinna í dag sjálfstætt? Já, ég og vinur minn erum með svona framleiðslu fyrirtæki sem að við gerum svona vídeo fyrir TikTok og Instagram og svona stuttmiðla. Hvenær byrjuðu á því? Í sumar bara, í júní. Já, ok. Og er hann eins og þú eða drekkur ekki og... Já, hann er styður heilsu mjög mikið, sko. Já. Og hvernig... Óskar. Já. Og eru þið bara með fyrirtæki, eru þið búin að stofna fyrirtæki? Eða? Já. Vinland Media. Ok.